Já, ég lenti því sem sagt í apríl 2013. Ég sleit krossband bara cirka 3 vikum fyrir bardagann og það var auðvitað bara mikið setback fyrir mig og mjög erfitt. En ég trúi að það hafi hjálpað mér svolítið að þroskast aðalega andlega og svona þegar ég komið tilbaka í að sjá hvernig ég á að beita mér betur og vera minna í öfgunum, finna bara jafnvægið í öllu. Þannig að þetta var svona blessun í dulargeru, það má segja það. Ég barist einu sinni áður í MMA og það var í nóvember 2012. Þannig að það er þetta ákvæmt síðan. En svo hef ég einnig barist ólympíska bardaga í boxi hérna heima. Það er bara ólýsanlegt að fá mér að fara aftur út og berjast. Það er bara, þetta er svo góð tilfinning. Þetta er bara, ég veit núna líka að þetta er það sem ég vil gera. Frá því að hafa farið út og berjast og verið á leiðina aftur og þurft að bíða í 2 ár með það. Þá fann ég þessa tilfinningunni, mér langaði alltaf jafn mikið að fara, mér hlakkaði alltaf jafn mikið til að fara aftur og ég var alltaf með það í hausnum að fara aftur. Og nú þegar ég komið að því, þá er það bara frábær tilfinning. Hjálpar mér svolítið líka að drepa niður stressið finnst mér. Ég er að njóta þess, ég er bara ánægður og bara heppinn að fá þetta tækifæri. Ég myndi segja að minn helsti styrkleiki í MMA er bara að vera góður í öllum stöðum. Ég á mjög auðvelt með að skipta á milli að fara í klinsið, í skjóti takedown, fara strax aftur í strengið og fara niður í jörðina. Og líka undir í jörðinni, þar líður mér ekkert illa. Ég er mjög góður í að bara hugsa sem bestu leiðina og spara sem mestu orkunni að komast aftur upp og taka sem mestu defensið. En ég held að sé samt hendurnar á mér standað í boxinu sem eiga þær gera útslagið í flestum bördugum hjá mér. Bardaginn áttur að fara þannig, ég vil fá 3 lotna stríð sem ég dominata frá fyrstu sekundu en ég held að ég eftir að subba hann.